ætla ég einmitt að fara aðeins í þetta með tækniþróun og framtíðinám sem ég alltaf að hamra á þetta með framtíðinám og svoleiðis og ég var svolítið að hella mér yfir suma daginn sem að stundum finnst mér eins og sem sagt að það ákveðin hópur sem að vinna með þessar framtíðarhugmyndir og að vinna á mjög fræðilegum grunni og hefur verið að vekja athygli á alls konar hlutum, en það eins og að það sé ekki hlusta á okkur. Að þetta sé alltaf einhver vísindaskáldskapur og ég upplifði það þegar við vorum með fyrsta samspilið að það var einn kennari sem að tók þátt hérna og hafði ekki hugmynd hvað snjallúr var og heyrði svona fyrst það í samspilinu og 3 vikum seinna þá hafði hún samband við mig og sagði, heyrðu, það bara mætti nemandi með snjallúr í tímanum. Á morgun stórt málþing í Þjóðminjasafninu stafrænan textíl. Við erum búin að vera að tala íklæðanlega tækni núna í 5 ár, en engin umræða ráði komin í gang það í skólum. Hvernig ætla skólar að bregðast við, hvernig ætla þeir að nýta sér tækni sem til dæmis ofin í föt nemenda eða okkar. Já, en þetta veruleikinn, þetta raunverulega að gerast og það getur verið stundum svolítið erfitt að átta sig á hvaða stefnur, hvað framundan í þessum tæknimálum og hvernig á fólk að bregðast við. Hvaða möguleikar fyrir hendi. Það svolítið erfitt að sjá þetta. Og við framtíðarfræðingar, við getum ekki sagt ykkur hvaða app nemendur ykkar munum vera að nota á næsta ári. Við höfum ekki minnstu hugmynd. En við getum sagt ykkur ýmislegt þær tegundir af tækni og appum sem að líklegast að nemendur ykkar komi til með að nota. Og eitt sem að gegnumgangandi í gegnum alla þessa tækniþróun og hefur verið eiginlega síðustu 10 árin, að það að hún alltaf að vera persónulegri og persónulegri og persónulegri. Og í rauninni í dag snjalltæki sem við köllum að þetta einkatæki. Að í rauninni skapar það líklega meira vesen að reyna að samnýta slík tæki með mörgum nemendum heldur en að láta nemendur bara fá sitt eigið tæki. Og ein af ástæðanum fyrir því að snillin í snjalltækninni snýst einstakling. Og ég ætla aðeins að fara betur yfir þetta. En ég fékk að vita það í gær að þessi bók var að koma út íslensk þýðing á bók Zachary Walker og eflaust einhverjir sem hafa lesið ensku útgáfuna og eflaust einhverjir sem tóku þátt í vinnustofu sem hann var með á Menntakviku í fyrra. Mjög gagnleg bók að mörgu leyti og hún uppsett þannig. Þetta sem sagt handbók í snjalltækni fyrir kennara. Og hún sett upp sem svona handbók og svona alls konar verkefni og svoleiðis. Mér fannst eitt og annað athugavert í þessari bók og ekki bara það vantaði þarna eitt En að það fyrsta sem sló mig í innganginum þar sem talað snjalltækni. Að það aldrei skilgreint hvað snjalltækni. Og það meðal annars þetta út af því að ég fékk mitt fyrsta svokallaða snjalltæki fyrir 10 árum. Það á í raun afskaplega fátt skylt við það snjalltæki sem ég með í dag. Og þróunin hefur verið á þennan veg sem ég var að tala að ég í rauninni í miklu meira svona persónulegu sambandi við mitt snjalltæki í dag heldur en ég var fyrir 10 árum. Þetta var svolítið framandi fyrir 10 árum. Þetta var í rauninni, þetta var sími sem gat gert nokkra svona flottar kúnstir og vissi hvar í heiminum ég var og svoleiðis. En í dag, snjalltæki mitt færir mér upplýsingar sem að ég kannski var ekki búin að átta mig á að ég þurfti á að halda.
og sem sagt, bara búin að læra á, og svo þetta alltaf kvenkyns af einhverjum ástæðum, Google og allt það, en hún er búin að læra á ýmislegt og ég er búin að leyfa tækninni að gera þetta. Ég er búin að gefa Google heimildir að Google má fylgjast með hvað ég er að leita hverju sinni á netinu og svoleiðis, vegna þess að ég er búin að sjá það. Ef ég ger það, að þá kemur Google með ábendingar, bara out of the blue, bara hey, ég tók eftir því að þú varst að leita efni í sambandi við þetta og hérna er eitthvað nýtt sem var verið að birta á netinu þetta. Og þetta er snillin í snjalltækjum og þetta er það sem að tæknin getur gert í dag, en ég held að sé mjög mikið vannýtt og í raun að þá held ég að þessi bók að hún kannski nær ekki alveg að ná þessum hluta af snjalltækninni. Og hún er að verða miklu raunverulegri, þessi hlið á snjalltækninni, sérstaklega með þessum Google Assistant og Alexa og allt svoleiðis. Og annað var, sem að mér hafði svolítið athugavert í þessu, að þetta er kannski bara mín túlkun eða eitthvað svoleiðis, að þetta er sem sagt úr stoðefninu, þetta mat á smá forritum, sem ég ætla að leyfa mér að breyta í forrit, að mér finnst næstum því eins og þarna sé verið að segja eða hvetja kennara til að velja tæknina og sníða kennslunni að tækninni. Og það finnst mér vera algjörlega öfug hugsun og ég held að allir kennarar séu sammála. En ég held að þeir séu ekki alveg meðvitaðir það að þeir leyfa tækninni stundum svolítið að leiða sig áfram. Og maður hefur heyrt einmitt mjög oft kennara sem eru að leita í App Store-inu að gullna egginu sem að kemur til með að umturna kennslunni og svoleiðis. En auðvitað það er ekkert sem umturnar kennslunni nema kennarinn. Það er ekkert app sem að geri það. Og auðvitað þarf að reyna að velja þau upp sem að henta því sem við viljum gera í kennslunni. Það er það sem að skiptir máli. Þannig að þetta en að öðru leyti þá mæli ég með þessar bók. Þetta er dálítið mikið snilld og ég held að eitt sem að ég er svolítið ánægður með að fá þessa íslenska þýðingu að það er bara svo margt sem að við þurfum svolítið að íslenska í þessari umræðu. Að færa þetta svolítið nær okkur. En sem sagt, ef við hugsum þetta, hvað er svo snjallt við snjalltækin í dag? Það ekki eftir, ég er svo rosalega meðvitaður það að síðasta þá var ég labbandi út allt og það var verið að skamma mig, þess vegna er ég svona rosalega kjur það sem ég tala í mikrofóni og allt svoleiðis, þannig að ég vona að þetta gangi. En það er í rauninni svolítið þrennt og þetta er svolítið sem sagt, þessi þroskaskeið sem þessi snjalltækni hefur svolítið farið í gegnum. Að fyrst fáum við svokallaðan snjallsíma sem er með áttavita, er með GPS, þannig að tækið veit hvar þú ert og þetta var eiginlega það fyrsta sem að seldi held ég þessi snjalltæki. Það var Google Maps og GPS í símanum. Þetta var stórkostlega sniðugt. En á fyrsta, ég meina, jú, þetta er brilljant, en whoopie-doo-dah með sem við erum að gera í dag. En síðan kemur þetta með, sem sagt, eftir því sem við förum að tróða fleiri nemum í þetta og svoleiðis að þá fer snjallsíminn að læra ýmislegt þig og þínar venjur. Hvert þú ferð og þess háttar og fer að reyna að koma svolítið til móts við því á því plani. Nú ætlum við að vera vinir, ég veit að þú labbar alltaf í vinnuna, þú ferð yfirleitt á þessum tíma, þannig ég ætla að passa að þú sért vaknaður á þessum tíma og komin af stað. Og en síðan er þetta að við erum að lifa stóran part af okkar lífi í netheimum, á samfélagsmiðlum. Við notum Google og Amazon fyrir alls konar þjónustur. Ég held að við veltum ekki alltaf fyrir okkur hvað er margt sem við erum að gera
í gegnum svona í rauninni tiltölulega þröngan hóp þjónustu aðila á netinu. Og þeir eru með rosalega mikið af gögnum okkur og okkar nemendur. Og þannig að þeir eru farnir að sérsníða þessar upplýsingar út frá þessu. Og ég lenti í því að það var svona fyrsta skipti sem ég tók virkilega eftir þessu. Þá var ég út í Bandaríkjunum og var á leiðinni á tónleika með bróður mínum og við vorum búin að kaupa miða á tónleika með ákveðinni jazzhljómsveit í gegnum, sem sagt notaði Google Postfangið mitt. Og svo við eitthvað rölti þarna í Manhattan og svo bara allt í einu fer snjallúrið að hristast og síminn að titra og bara Google ákvað að ég þyrfti að vita af því að það væri einhver hljómsveit að spila á þar næsta horni akkurat þessa stundina sem ég hefði kannski áhuga á. Út frá því að ég hefði keypt þessa tónleika með. Og ég bað Google ekkert þetta. Og öðrum tíma við vorum að keyra á hraðbraut ég og bróður minn og svo bara allt ég byrjaði alltaf að hristast og hvað í gangi? Þá var Google að segja mér að það væri umferðarteppa framundan og ef við beygðum næst til hægri að þá myndum við spara okkur 20 mínútur. Ég var ekkert að beygja. Já. Fór ég ekki á þá tónleika, nei, við vorum reyndar að fara eitthvað annað en ég hefði átt að kíkja, sko. En samt við erum svo mikið að nota nákvæmlega þessa tækni í dag. Spotify, ég meina Spotify alltaf að láta okkur vita að þú ert alltaf að hlusta þetta. Þannig að það þetta sem sagt að snjalltækin okkar eru að læra að þekkja okkur og að læra að miðla til okkar upplýsingum út frá því sem að snjalltækin vita okkur. Og ég segi í raun, sko, erum við að nýta þetta í skólastarfi? Almennt. Ég meina, til dæmis mynduð þið láta nemendur setja upp Google appið hjá sér þannig að það notaði leitargögn til þess að miðla til þeirra upplýsingum fyrir utan þennan tíma sem þeir eru að leita. Þetta einn af þessum möguleikum sem við höfum í dag. Ég nota þetta. Ég veit að til dæmis fræðimenn á Google Scholar að ef þeir eru að rannsaka eitthvað, það besta sem hún gerir bara að leita og segja síðan bara láttu mig vita í hvers skipti sem einhver birtir nýja grein þetta efni. Svo bara fæ ég tölvupósta þetta. Já. Og mér finnst þetta sem þú segir, mér finnst þetta svona, þetta ekki mjög svona, mér finnst þetta svolítið óhugnulegt, en leið, ef maður horfir út, ég námsmatsfræðingur, segja nú að ég sé að kenna eitthvað og ég legg námsmat og við veitum hvernig það þá kemur ljós að nemendur hafa lært mjög mikið. Getum við látið þessi snjalltæki vinna það fyrir okkur að ákveða hverjir hafa lært hvað og hverjir hafa ekki lært það sem skiptir máli fyrir þá að læra og ef við svo bara láta snjalltækin það að afgreiða málin og veita endurgjöf og ákveða hvað þeir þurfa að gera til þess að bæta upp það sem þeir hafa mist. Já. Menn það væri þetta að sjá þetta svona ef maður væri en ég ekki að mæla með því, ég bara að benda á að þetta eitt af því sem getur orðið til. Já. Áður en ég bregst við þegar þú varst líka Bara vegna þess. Já. Ég gerir það heima, ég á alls konar bedítsi og ég á Google Home og allt þetta. En ég sé ekki af hverju ég ætti að nota það til að þetta ég fæ eitthvað út úr því það ger mig líka pínulögt og ég þarf ekki að hugsa og leita og vera gagnrýnin og allt þetta og við eigum ekki að gleyma mest í þetta sem þú segir bara að það títrar og hristar og ég fæ góð hugmynd. Langt flesti hlutir sem þessi hugmyndir snýst að segja mig. Já. Og við getum sagt því að það svo auðvelt að panta hlutir frá Amazon að maður bara gerir það. Og ég búin að
Já, en það náttúrulega partur af því að læra umgangstæknina að passa sig á þessu. En hitt að ein ástæðan fyrir því að við ættum að gera þetta út af því að tæknin sem að nemendur okkar eru að nota í dag gerir þetta. Að þau eru til dæmis, ég meina, ef að nemandi allar að segir, þú veist, herru, mér langar að læra á ukulele. Hvað gerir þeir? YouTube. Og hvað gerir YouTube næst? Nei, í rauninni að þá efast ég að YouTube myndi strax segja keyptu þessa ukulele. Þeir myndi segja, þetta myndbandið sem þú vilt horfa á næst. Já. Þannig að tæknin þegar að gera þetta. Og sem sagt, ef að við erum að segja, já, sko, tæknin í þínum veruleika, hún má virka svona. En í skólanum að þá notum við allt aðra tækni. Ég held að kannski dálítið takmarka fyrir þetta að mér hefur finnst það að sko þetta verður til þess að þú fær svo einsleitar upplýsingar. Já. Þú veist, þú ert ekki að fá, þú veist, upplýsingar allt hitt sem hægt að gera. Já. Það það sem kannski vandamál. Já, þetta hefur verið vandamál og það var sérstaklega skrifað þetta og meira að segja, sem sagt, búið til hugtak að það var síubólur, var það kallað. Og mér heyrist einhverju verið í einhverju vandræðum. Já. Æja, en einhverju í smá vandræðum. En já, síubólur. En það var fyrir rúmlega 10 ára og það voru mjög skjót viðbrögð við þessu og Google hafa verið að vinna mjög markvisst gegn því að upplýsingarnar sem að flæða til þín verði of einsleitar. En hitt að þú getur komið í veg fyrir þetta sjálf með þinni eigin leitarhegðun. Og það það sem við þurfum að kenna nemendum, sérstaklega í sambandi við að umgangast tæknina, að sko, þú í rauninni ert svolítið að skapa þinn veruleika með þinni nethegðun og með þinni leitarhegðun. Þetta skiptir líka rosalega máli að læri á eða átti sig á að eitthvað af þessu þeirra eigin val að þetta með að smella á og byrja upplýsingar næst þegar þessi fræðimaður birtir eitthvað á netinu og þá veit ég af hverju ég fæ upplýsingar næst þegar hann birtir eitthvað en ekki að þetta verði bara svona eins og tölvan viti allt því og fólki finnst það bara virkilega óhugnanlegt að þegar því líður eins og séu að fylgjast með því og þannig að við verðum að vita af hverju þetta að birtast. Já, nákvæmlega, en ég sá að Sigurður var að benda á að nota leitarvélina DuckDuckGo og hún einmitt safnar, allavega er sagt að hún safni ekki gögnum manni að heldur þeim eftir, en ég segi fyrir mitt leyti, ég vil að Google safni þessum gögnum og ég vil að Google noti þessi gögn til þess að hjálpa mér að nálgast þær upplýsingar sem ég þarf á að halda. Og sérstaklega eins og ég segi að ég vil að Google láti mig vita af því sem ég vissi ekki að ég þurfti að vita. Mér finnst það bara alveg ágætt. Það er alveg ljómandi. Já. Bara þegar þetta tengist þessu að þegar IBM gaf kennaraháskólunum tölvur í fyrsta skipti, það var í 9. áratögnum, 1980 eitthvað, þá vorum við að velta fyrir okkur kennararnir í kennaraskólunum, af hverju IBM að gefa okkur tölvur. Og þá komum við þessi umræða hvort mikilvægara að kenna á tölvurnar eða að kenna tölvurnar. Og þetta spurning sem kemur mjög oft upp í mínum huga, sérstaklega í sambandi við þetta sem þú tala snjalltækin. Það jafn mikilvægt að nemendur okkar læri á tölvurnar, eða jafn mikilvægt að þeir læri á tölvurnar og kannski enn frekar að þeir læri hvað geta þessar tölvur gert, hvað að gera og sérstaklega þurfa kennarar að meðvitaður eðli þessara tækni. Já, og líka að vita það einmitt, ef að allt í einu maður fer að fá einhverjar upplýsingar frá þessum þjónustum sem eru okkur þykir óæskilegar, að við þurfum svolítið að hugsa, hvað gerði ég sem að varð til þess að
þeir ákvaða að ég vildi þessar upplýsingar. Að stundum það svolítið okkar að kenna líka. Ég held að það sé ekki mér að kenna að einhverjir auglýsingaaðilar vilja endilega senda mig í mastersnámi í menntunarfræði, sem ég kláraði fyrir rúmlega 10 árum. En þú veist, en ég skil af hverju þeir eru alltaf að benda mér á það. En allavega, herru, ég ætla að reyna að halda áfram með svona, kannski að fara aðeins hægar yfir heldur en ég ætlaði. En svona þessi 5 atriði sem eru hérna, sem ég vona að allir eru búin svona aðeins að renna augum yfir, að þetta er það sem að má segja að allavega langflestir framtíðarfræðingar sem eru svolítið að fjalla tækni og eru að framtíð tækniþróunar og sérstaklega í sambandi við nám og kennslu, að þetta eru svolítið þau atriði sem einblínt á. Og það er alltaf svolítið erfitt að móta umræðu þetta út af því að við getum bent á dæmi sem að eiga við í hverjum flokki sem að við getum fundið í kringum okkur í dag. En eitt sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að tala framtíðina, við erum alltaf að tala ókominn tíma, við erum að tala eitthvað sem er ekki til. Og sem sagt, ef að, til dæmis að sumir hafa viljað kalla þessa kennslustofu framtíðarinnar. Og ég algjörlega á móti því út af því að ef þú getur bent á það, þá það núið, það ekki framtíðin. Við erum ekki sitjandi í framtíðinni núna. Að framtíðin alltaf eitthvað sem á eftir að koma. En það samt, þetta eru svona ákveðnar stefnur og þetta kemur svolítið inn á það sem að þú varst að tala Sigurjón gögn. Gríðargögn, þú veist, magnið af gögnum sem að til okkur, sem að verða til alltaf þegar við gerum eitthvað á netinu. Þetta alveg gríðarlegt magn. Og Sigurður var að benda á DuckDuckGo að ég geti ábyrgst það að hvort sem að DuckDuckGo að safna skipulega einhverjum gögnum og hvort sem þeir halda því eftir eða ekki, að leið og þú hleður vefsíðu hjá DuckDuckGo, þá verða til margar færslur í einhverjum skrám á þjónum. Svona virkar bara þessi tækni. Og eitt sem að kannski eitthvað sem við ættum að hugsa til dæmis með aukin notkun þá upplýsinga tækni í skólastarfi, hvernig sem hún að þá við að framleiða miklu meira af gögnum. Og stóra spurningin hvar eru þessi gögn? Og hver hefur aðgang að þeim? Út af því að þetta eru gögn sem að mætti hugsanlega að nota einmitt í tengslum við nám. Að sjá hvar eru veikleikar hjá nemendum, hvað virkar best fyrir þá, hvað það sem að örvar þá til að fara og sækja sér upplýsingar. Og þetta eru gögn sem að við höfum ekki greiðan aðgang af. En þetta eru gögn sem að verða til þegar að nemendur okkar eru að stunda sitt sjálfsnám. Og þeir eru drifin áfram af þvílíkum brennandi áhuga, eitthvað sem við myndum gjarnan vilja sjá í skólum, býst ég við. Og ég held að slík gögn gætu í rauninni sagt okkur enn sem margt. Og þetta á bara eftir að aukast. Og eflaust, ég meina að tæknin fyrir kennarana, hún kemur. En ég veist að ganga aðeins of hægt. En hins vegar að það mætti vel hugsa hvað ætla kennarar að gera við þessi gögn. Þetta sko, það sem að hægt að hugsa sér til dæmis ef við erum að nota samfélagsmiðla í tengslum við skólahald, að þá eru til gögn samskiptamynstur og samfélagsmyndun þeirra nemenda sem eru í kringum okkur. En við höfum ekki aðgang að það. Hvað getum við gert ef við höfum þessi gögn? Annað þessi skil á milli raunverulega og stafræna. Og þetta eitthvað svona mjög lævíst, held ég, að í rauninni búið að koma þessu svolítið inn hjá okkur með til dæmis eins og Google Maps. Að hvað eru margir sem að taka gjarnan svona smá göngutúr í kringum hótel erlendis sem þeir ætla að gista á áður en fara nokkuð tíma á stað. Gera þetta ekki jafnvel? Ég geri þetta, ég alltaf búin að fara svona að skoða. Og þarna við í rauninni að blanda svolítið saman okkar stafræna veruleika og raunveruleika.
og svolítið að gera svolítið óljós þessi skil á milli. En auðvitað með sýndarveruleika, gagnvirkum veruleika, þá þetta bara í eitthvað svona hyper overdrive í rauninni. Þegar við getum sett upp gleraugu og ég geti séð einhvern mann sem að býr í Timbuktu og hann geti sest hérna fyrir framan okkur og verið innan okkur bara eins og öll við hin. Og þetta einmitt það sem við erum að sjá fram á í þessari tækni. Og það nú þegar til prótótýpur þar sem við getum öll verið bara heima í stofu hjá okkur, sett upp gleraugu þar og verið upplifað eins og við værum bara öll hérna á fundi í þessari stofu. Þannig að og þá verðum við að spyrja þar sem að stór partur af námi og skólahaldi snýst námsumhverfi. Þegar við erum að tala umhverfi þarna. Að hvers konar umhverfi ætlum að nota þessa tækni til að skapa. Afefnisvæðing bara til að flýta og hafa þetta svolítið einfalt þegar við tölum afefnisvæðingu. Besta leiðin til að lýsa þessu að nefna hvað við erum búin að afefnisvæða nú þegar. Ljósmyndir, kvikmyndir, tónlist, bækur, áttavita. Með þrívita prenturum þá má alveg hugsa sér að einhvern tíma í framtíðinni verður búið að afefnisvæða IKEA. IKEA verður bara póstverslun eða netverslun og við bara kaupum hönnun sem við prentum út á þrívita prenturum okkar heima. Og þetta það sem við kallum afefnisvæðingu og það alltaf að aukast hvað við erum að afefnisvæða. og afefnisvæðinga, það sem afefnisvæðing gerir í rauninni að hún eykur til muna aðgengi okkar að því sem við afefnisvæðum og að við höfum aðgengi að miklu fjölbreyttara magni af hlut. Til dæmis einu sinni að þá gátum við fengið nýdönsk blöð þegar skiltið var sett út á sett og það stóð nýdönsk blöð. Núna þurfum við ekkert að bíða eftir neinu til að fá nýdönsk blöð. Við bara förum á netið og sækjum okkar nýdönsk blöð. Gervigreindin alltaf svolítið erfitt. Út af því að við erum með eitthvað í kringum okkur sem við köllum gervigreind og málið að okkar, hvað við köllum gervigreind og hvernig við skilgreinum, við erum alltaf að breyta því. Og einu sinni var það þannig að það teldist ekki sönn gervigreind nema að tæknin gæti platað mann til að halda að hann væri að tala við mann frekar en tæki. Þetta var Turing-prófið svo kallaða. Við erum búin að bakka frá þessu og núna tölum við gervigreind bara að segja tækni sem að getur aflað eigin gagna og tekið ákvörðun fyrir okkar hönd á grundvelli þeirra gagna. Þannig sjálfsakandi bíll. Þetta eiginlega ekki típan af þessu. Og líka þegar Google að þekkja ketti á vídeo, það að gervigreind. Já. Þú veit ekki fá fyrir kattarvídeó í frásögninni. Og síðan það íklæðanlega tæknin sem ég talaði að nú þegar, við getum alveg keypt okkur gallajakka sem með svona fleti einhvern veginn sem við getum notað til að stýra tækjum okkar. Úr telst vera íklæðanleg tækni og svo erum við að fara að fá þessi gleraugu sem að koma til með að gera alls konar undarlega hluti. Þú getur fengið húu sem með innbyggðum headphoneum, alls konar, endalaust. Íþróttir, þar verið að búa til föt sem að með alls konar nema sem að geta numið líkamshita og rakastig og ýmislegt annað. Þannig að þetta en hvað við að gera við svona upplýsingar þegar það búið að segja okkur þetta? Og þetta verður alltaf svolítið spurningu einmitt hvað það sem við eigum að spyrja okkar framtíð. Hvað það sem við eigum að vera svolítið að leita eftir. Og allavega í bili þá held ég að sé allavega nokkurn veginn hægt að summera þetta á þennan hátt með öll þessi gögn. Þá stóra spurningin fyrir okkur, hvað veit tæknin okkar nemendur sem við erum ekki að spyrja Að þetta eru gögn sem að væri sérstaklega hægt að nýta til þess að gera nám persónumiðaðra.
held ég. Með gagnaukinn og sýndarveruleika, að þar þetta spurning þetta umhverfi. Að ættum við að nota tækni til þess að leyfa einstökum nemendum að laga námsumhverfið að sínum þörfum. Þetta eitthvað sem við gætum hugsanlega gert. Afefnisvæðing, þar kemur náttúrulega þessi spurning námsefnið, á hvaða formi og ég ætla að tengja þetta inn í þessa altæku hönnun sem ég talaði í upphafi. Allar þessar spurningar tengjast þessu hugtaki altæka hönnun fyrir nám. Að síðan það gervigreindin. Að ég veit að það oft talað rannsókn, sem sagt í rauninni það var svona beint rannsókn en svona greining sem var gerð fyrir einhverjum árum á líkum á því að tiltekin störf myndu vera tæknivædd í framtíðinni. Og kennarar koma alveg glimrandi vel út. Og bara starfsöryggið alveg í topp, bara hærri en lögfræðingar og allt saman. En það var eitt sem að þeir virðast ekki alveg hafa hugsað út í, sem að gerði þessa greiningu. Að það var að tækni myndi þróast í þá átt eins fljótt og hún hefur gert, að við myndum fara að vera í reglulegum samskiptum við hann, að tala við hann. Og í rauninni held ég að ef við myndum taka tillit til þess að við erum byrjuð að bara tala við tækina. Maður segir bara, Google, kveiktu ljósin, Google, slökktu á sjónvarpinu. Og okkur finnst þetta ekkert mál. En möguleiki á því að gervigreind taki yfir einhvern hluta af kennarastarfinu í framtíðinni? Er það möguleiki? Er það æskilegt? Ég held það. Já. Ég held að í rauninni væri svolítið næfst að ætla ekki að leyfa sér að hugsa þennan hátt. Spurningin hvernig það verður, við erum ekki alveg með það á hreinu, og stóra spurningin fyrir okkur hvað gerir kennarinn þegar gervigreindin farin að taka yfir hluta af starfinu? Við ættum að hugsa okkur þannig að við getum þá snúið okkur að einhverju bara miklu gagnlegri heldur en það sem við vorum að gera. Þetta tækifæri. Og síðan náttúrulega þetta með íklæðanlegu og ígræðanlegu tækni, eins og ég nefndi að nú erum við verið að heyra svolítið mikið það undanfarið að sé umræða það að banna snjalltæki í skólum og sem sagt einhverjir skólar sem hafa stigið það skref og ætla að banna sem sagt snjalltæki nemenda í skólum eftir áramót. Og maður spyr, hvað getur það enn lengi? Hvað þegar við erum komið íklæðan og ígræðanlega tækni? Þegar þú getur í rauninni ekki tekið tæknina af nemandanum nema kannski með því að láta hann fara úr fötunum eða hvað, ég veit ekki. Herðu, nú er ég búinn að eyða allt of miklum tíma í þetta. Þannig að ég ætla að sjá til með þetta. Ég ætla að sýna ykkur þetta. Hverjir voru á UTIS? Var enginn? Okay. Þetta var það flottasta sem ég kynntist á UTIS. Við erum búin að vera að sýna sem sagt kennurum sýndarveruleika núna í einhver ár og þú veist, já, farið bara svona pappakassa og heldur hann uppi og bara ferðið inn í sýndarveruleika og alltaf hefur spurningin verið, já, en getum við kennarar búið til okkar eigið efni? Það segir, já, nei, en núna eru þeir komnir með þetta tól og ég hvet ykkur til að kíkja á þetta. Og urlið bara hérna uppi og eina sem við þurfum til að hafa aðgang að þessu, að það bara Google login. Google með þetta, þannig að farið þarna og skráið ykkur bara inn með Google login og það mjög einfalt að búa til einhvern svona sýndarveruleika. Og þetta eitthvað sem að kennarar geta gert, þetta eitthvað sem að nemendur geta gert. Það frábært ef maður með svona 360 gráðu myndavél sem
tekur svona heila kúlu og þá getur þú notað þær myndir í þetta, en ef þú hefur ekki aðgang á svona myndavél, að þá hægt að nota Google Street View myndir. Og hún eiginlega defaultar í það, hann segir bara hvar viltu byrja. Og sýnir þér Google Maps kort og þú getur bara, og ég bara stefnaði, sjáðu hvað þetta er? Og þá sem sagt gat ég búið til, og það tók svona 10 mínútur að búa til eitthvað þar sem ég get snúið þessari mynd, og ef ég væri með sýndarveruleika gleru þá get ég bara verið að horfa og svo get ég sett inn viðbótarupplýsingar. Þannig ég ætla bara að hvetja ykkur til að kíkja á þetta. Ef við höfum tíma þá ætla ég að renna yfir þetta með ykkur. Þannig að svona nokkru punktar bara í lokin að eitt og sérstaklega á meðan að við höldum áfram eins og ég tel að við höfum svolítið gert að gera greinamun á tæknilegum veruleika nemenda fyrir utan skóla og tæknilegum veruleika skóla, að þá verðum við eiginlega að gefa okkur að framtíð náms hún gerist með góðu eða illu. Við getum unnið með tækninni, við getum unnið með nemendum, eða við getum unnið á móti þeim. En það skiptir engu máli hvort við vinnum á móti þeim, breytingarnar koma samt. Og allavega þetta eru bara svona nokkra hugmyndir, þið fáið þessa glærur, þannig ég ætla ekki að fara of mikið í þetta núna, en þetta eru svona punktar til að hugsa um. Kemur þetta ekki einmitt inn að það sem þú veist að segja mig að þið fengi ekki að hafa sín eigin snjalltæki, þetta væri með snjalltæki sem maður þurfti að skila eða... Já, og vandinn með þau, það er náttúrulega það þarf yfirleitt að hreinsa úr þeim. Þannig að tækin nær aldrei algjörlega að læra á nemandann. Ekki eins vel og ef þau væri með eigin tæki. En jú, þetta er náttúrulega svolítið, miðað svolítið við það að tækninni er alltaf til staðar. Og við erum enda að spyrja fólk, hvað varstu lengi á internetinu í dag? Þessi spurning hefur enga merkingu fyrir mér. Ég meina, hvenær er ég ekki á internetinu? Ég með snjallúr, ég með snjallsíma, ég með Google Home heima og Amazon og það er engin tími sem maður er ekki á internetu. En kannski einhverjum tíma sem maður er ekki virkur. Já, ég meina, þú veist, allt heimilið er tengt. Sofandi og getur ekki verið að reyna þetta. Með góðu eða illu. En ég ætla að biðja ykkur bara rétt áður en við tökum smá pásu, að ég er búinn að setja upp eitt form, ég er aðeins að stilla einhverju upp og þar er ein spurning. Og ég ætla að biðja ykkur að bara snöggvast á þetta og og svara þessari spurningu.